Sælvertu og fyrirgeði sér að grípa þér svona glóðvölkan á fundinum. Núna eru hlutir að gerast og skýrast. Hvað finnst þér landsmótsmálin svona í fljótu bragði litið að ekki á hellu næstu 6 árin? Já, allavega ekki næstu, það var náttúrulega að vita að 2016 er ekki að hellu. Við vissum það alveg og við sóttum 2018 og svo slumt það var bara, við sóttum það og við vorum ekki inn. Svoleiðis er það bara. Ertu ósáttur við vinnubrögðin? Ég er náttúrulega bara ósáttur við svona eins og þetta snýr að. Það kemur kannski vonandi betri skýring á því á eftir. Mér finnst vinnubrögðin gagnvart mótinu í Skagafirði náttúrulega ekki eins og mér finnst að vinnubrögðin eigi að vera. Og það verður að koma allavega góðar skýringar svo ég kaupi þær. Betur en ég hef heyrt enn. Skagfirðingar eru búin að vera að undirbúa sig, voru með kynningabás á landsmóti og búin að eyða stórum upphæðum í kynningamál og núna er það komin í ljós að þeir verða ekki með myndinni eins og niður. Hvað finnst þér svona fyrir þeirra hönd? Já, það er bara þetta sem ég var að segja áðan að mér, þetta er eitthvað sem er nú kannski alveg nýtt hjá okkur og svona mikið ég veit svo sem ekki hvað er búið að fara fram en mér finnst það alveg einstakt að það hefði ekki verið hægt að ná samningum en það er greinilegt að stjórn landsmóts eða landssambandi, ég held að sé nú landssambandi fyrst og fremst, það er mjög að herða kröfur á mótsvæði. Það er alltaf eitthvað nýtt í þessu og til dæmis fannst mér eftir að ég fór á kynninguna í Mosfellssveitinni að það væri bara eitt svæði sem myndi geta tekið landsmóta eins og þær kröfur eru sem þeir gera núna. Það væri bara sprettur því að þar var bara alveg sagt að það þyrfti að vera, sem sagt, það væri engin tjöld meira með í dæminu, það er að vera yfirbyggt allt. Það er eina svæði þetta sem getur skaffað, sem sagt, yfirbyggt bara hús fyrir keppendur, fyrir matinn og fyrir básan og allt. En svæðið sjálft er bara ekki að bera mannskap? Nei, það er aftur á móti sem ég líst ekki á en það virðist aðeins vera svona sko, þetta sem mér alltaf fundið skipta svo miklu máli í þessu öllu saman, það er það Fjölnir að það vil ekki koma fólk og það er bara greinilegt að það virðist vera hvort sem að munum líka það betur að vera, það virðist vera að fólk sæki frekar í mót sem út á landi. Þetta er allstaðar. Stemning í kringu það? Stemning í kringu það, menn er að tala einhverja sveitarómantík og svona, ég veit ekki hvað þetta heitir, ég er ekki mikið rómantískur maður en þetta er bara svoleiðis og það verið að kenna... Þarna fórst nú ekki með rétt mál, þú ert nú rómantíkust. Ég veit það nú ekki, en það verið að tala það að við sveitamenninni forsmáumótinni á höfuðborgarsvæðinu til dæmis, það er ekki rétt. Það eru fyrst og fremst Reykvíkingar sem langar ekkert að fara að hestamót í Reykjavík. Nei. Og þetta maður bara að sjá og ég held svona að þetta væri svo mikils verst hjá okkur hestamönnum að kæmi dálítið margt fólk á mótin og ég er alveg viss það að ef að mótin fara að verða föst í þessu 6-8.000 manns það gengur miklu erfiðar að selja bás og annað eins og menn nú virðist vera að vilja bara reka mótin aðalega á. Já. Og ég held nú að til dæmis móti í Reykjavík síðast sem var að allra mati að frábært mót. Já. Ekki vera veðrið að plaga þá. Nei. Það var mjög öflugt mót að því leyti til að móti sem var í Skagafirði árið áður. Það var raunlega til dæmis talað niður eða bara beðið að útlendingar færi ekki á það af okkar heimsamtökum. Nú, svo kom nú stóramótið sem öll átt að bjarga og Íslendingar, svona megnið af Íslendingum, töldu að aldrei hefði kæmið saman jafn margir hestamenn svo í Berlín. Já. En svona ýmsir samt sem tóktust þekkja hvað fólk vildi á hestamótum sögðu það verður ekki fjölmennt í Berlín. Og byttu við, það kom bara 12.000 manns í Berlín. Já. Erum við að sjá kannski bara LH verða bara eins og LH bara LH2 eða þú veist, eru að fara í sömu aðgerðir eins og boxheimurinn það eru 2-3 deildir og þú keppir verður landsmótssigurinn hjá LHH eða hvað erum við að tala um? Ég veit ekki það. Verða komin nýr formaður í einhver aðra stjórn og... Ég veit að þetta skýrist allt og ég vona náttúrulega við leysum þessi mál og ég held allavega að það sé að ljósta á þessu þingi þá þurfum við að fá mjög góðar útskýringar. Haraldur var nú að byrja svona að útskýra þessa aðgerð að taka mótið úr Skagafirðinum. Við erum kannski búin eftir að heyra meira þetta
náttúrulega ég að mynda með skoðun, ef þetta eins og þetta lítur út svona fyrstu sín hjá mér, þá ég mjög ósáttur við þessi vinnubrögð. Ég held að við sem heildarsamtök get ekki sætt okkur við það og ég geri það ekki nema að fá betri skilning. Takk fyrir spjallið og láttu heyra í þér.